Dömur mínar og herrar, haldið ykkur fast. Því við erum komin hér með hann Aron Braga, kvikmyndatökumann webcam. Trúið þessu. Þetta var góð kynning, þetta var mjög góð kynning. Vertu velkomin. Og ég heiti Telma og ég er leikari. Sáuð það. Mig langar að spyrja þig út í nokkrar spurningar. Þetta var fyndið. Aðalega límdir þú. You had one shot, Maggi. You had... Okay. Þessu gift var alveg besta eitthvað fengi og áður. Hvar kviknaði áhuginn þinn fyrir kvikmyndir? Það er mjög góð spurning. Ég keypti mér fyrstu kameruna 11-12 ára. En það var, hún var eiginlega meira nota fyrir svona heimskulega hluti eins og eitthvað svona Jackass kjaftaði. Já, ég myndi segja svona að aðaláhuginn hafi kviknað í Borgá. Ég, upprunalega ástæðan okkur ég fór í Borgá var bara því að ég var næsti skólinn við það sem ég heima, sko. En byrjaði svona á almennri braut, skilur, ætlaði bara að taka stúdentsprófið. En síðan leist mér rosalega vel á listabrautina og fór í hana og síðan bara einhvern veginn fór maður að gera sketsja í svona kvikmyndabraut eða kvikmyndaáfanga og þá eiginlega kviknaði áhuginn, sko. Og síðan bara er búið að þróast svolítið smá svona. Ég hef haft svolítið mikið af áhugamálum, þú veist. Það hefur verið hljóðvinnslan, það hefur verið kvikmyndin, það hefur verið ljósmyndin og fleira, sko. Þannig að ég var svona alltaf svolítið að pæla í því hvað ég ætti að velja og reynda að gera allt og síðan bara það sem að kikkar í gang, sko, að það mun ég halda með við, sko. Og það mun líklegast verða þá kvikmyndin á meðan hvernig þetta er, sko. Já, hvernig kemur það upp, þetta tríegi hérna, Maggi, þú og Tóni? Við vorum allir í Borgá, þannig að ég reyndi kynntist meira tóna þar, sko. Reyndar þó að við gerðum eitt verkefni allavega með Magga þar sem hann var að leika, sko. Og en síðan bara var ég og Tóni alltaf í sambandi, þannig að þegar Tóni vildi gera eitthvað þá fékk hann mig í það og þau náttúrulega var Jóni Heimsundi og síðan var Ísabella og svona. Og það bara við vinnum svo vel saman eitthvað. Ég held að sé bara á því að við erum búin að taka okkur verkefni þar sem við erum að gera helling af efni á stuttum tíma og við kunnum að vinna við tight schedule og samskiptin hjá okkur eru mjög góð. Og ég var líka bara hlakka til að vinna með þeim, þeir eru svo skemmtilegt crew svona. Þú náttúrulega í honum líka náttúrulega því að... Já, nákvæmlega þetta því að það var mjög skemmtilegt ferli. Það var mjög gott ferli. Já. En hvað var uppáhaldið þitt við þetta ferli, webcam? Uppáhaldið mitt við þetta er það að loksins hafa græjurnar til þess að koma því sem er í hausnum á mér almennilega fram. Vandamálið við þetta græjurnar sem ég var að nota áður er það að aðalega ljósnefnin, sko. Það er það, þú veist að... Leikhúsljós. Já, líka það alltaf, en aðalega fyrir mér, sko, ljósnefnin á kamerunni, að þú veist, að skynjarinn var ekki það góður eða þú veist, eða linsurnar var ekki það góður. Að það var að lýsa svo mikið að það fletur allt saman út og þú veist, það er ekki það sem að ég sá fyrir mig langaði að gera. Og í þessari mynd að þá ná að fá svo góða kameru og svo góða linsur að það þarf ekki að lýsa allt í drasl. Þú veist, þú getur leikið svolítið með skuggana, sko. Og í rauninni, já, bara að loksins hafa tól í höndunum til þess að ná að gera það eins flott og þú vildir upprunalega gera það. Því þegar maður les handritið þá sér maður fyrir hversu flott þetta getur verið. Og í þessari mynd þá akkurat fannst ég við ná sjónminni mjög vel. Ertu sérstaklega stoltur af einhverjum skotum og tökum? Já, það voru nokkur skot nær endanum sem að á tökuferlinu sem ég notaði glidecam. Og það er alltaf eitthvað sem ég er mjög gaman af að reyna að ná svolítið svona smooth hreyfingum og þannig. Og það er til eitt skot þar sem að ég elti ykkur upp í upp stiga, út á götu og upp stiga og síðan í gegnum partí. Já, ég er mjög ánægð með það að það var erfitt, við tókum margar tökur að því en sérstaklega er þetta fullt af statistum að bíða eftir okkur. En ég er mjög stoltur af því að það er eitthvað sem mér langaði að ná í þessari mynd. Var eitthvað sem þið fannst sérstaklega erfitt? Eða, þú veist? Ég held að það hafi komið svolítið sterkt inn í þinni hlið af viðtalinu. Það var útiskotin. Það sérstaklega hérna í miðbænum, sko. Og það var aðallega því það var svo kallt. Það var svo fucking frís. Það var ógeðslega kallt.
Allir voru að hata hversu kalt það var. Óf. Líka að ég átti sko, ég var með sem sagt, þrífótinn yfir öxlina að taka upp og það var svo ósléttur göngustígurinn út af því að það var svo mikið af snjó og ég var að bakka og ég sé alltaf ekkert hvert ég er að bakka þannig að svona ójöfnunar voru svolítið valnandi því að maður náði ekki að vera nógu kjur sko. Ég er ennþá með kul í litlu tanni. Hann var meiri mánuður síðan. Jú, það var hundlegast. Það var aðalega bara það sko, ég fannst ekki ná því sem ég vildi út af því að það var svo ójafnt þar sem ég var að labba sko. Sem, þú veist, það auga, þegar þú horfir á myndina, þér var náttúrulega boðið á fyrsta skrýning sem mér var bæði ekki boðið. Mér var ekki boðið með. En þér var boðið. Gets a little awkward. En þegar þú horfir á myndina, sérðu myndina, sérðu söguna eða sérðu skotin? Þú nærðu að halda einbeitingu við að fylgjast með söguþræðinum og pæla eitthvað í Ég skil hvað þú meinar. Myndinni, hinum hlutanum fyrir utan augun sko, sem eru náttúrulega þín rosa mikið. Já, jú, nákvæmlega. Ég skil hvað þú meinar, ég hef alltaf verið rosalega krítiskur af sjálfum mig. Ég stíl svona að ég á svolítið erfitt með að því ég er að horfa á eitthvað sem ég hef gert að ekki sjá alla villunar. Skilur eitthvað, þegar ég geti gert þetta aðeins betur, þú veist, ég getur aðeins meira nákvæmur og fókusum þarna eða eitthvað svoleiðis. En er það, mér finnst stór partur af því hvort það getur notið myndarinnar ekki snúast upp á það hversu vel klippt hún síðan undan. Að það í rauninni loka skrefið það sko, í leikstjórn klippingin. Og Tony náði að klippa þetta nógu vel að ég náði að sökka mig í myndina. Og auk þess náttúrulega líka að leikurinn hjálpar rosalega með það að þú veist, þannig að blandan af leiknum og klippingunni, það gerði það verkum að ég náði að njóta myndarinnar og ekki vera bara að hugsa, ég get gert þetta betur. Þannig að líka bara þess, hún kom það vel út og ég er það stoltur af skotunum sem það eru í þessu að þetta er auðvitað sem ég náði að njóta mest að horfa af öllu sem við höfum gert. Hvað finnst þér söguna? Hvað finnst þér þessa stelpu sem að byrjar að... Fyrst þegar ég las þetta, þá hugsaði ég svona, típist Tony. Eins og ég orðaði það við hann, þú hefur skrifað niður allar kynferðislega fantasíur sem hefur og sett það í mynd. Það hló svolítið mikið að því, sko. En og já, þú veist, svona fyrst þá var maður ekkert mikið að... Sko fyrir mér nefnilega fyrst þegar ég les handrit, að þá hugsaði ég mjög objectively, skiljur, bara svona að þú veist, já ok, þetta er sögutræðarinn þannig. En síðan þegar maður sér leikarinn að blása lífi í hlutverkin, þá verður það allt annað. Og við tókum myndina upp svo alls ekki krónológist í tímaröð. Þannig að það var svolítið erfitt að fylgja sögutræðinum í tökuferlinu. En síðan leið og ég sá myndina, þá tók maður eftir því að allar þær senur sem maður fannst kannski svona óvenju, kannski óþarfa mikið nekt eða eitthvað svoleiðis, var ekki lengur óþarfi. Þetta var að segja eitthvað, túlka eitthvað, það voru að segja eitthvað. En það sést sérstaklega í endan þegar maður horfir á myndina að þetta voru ekki bara kynlífssenur til þess að vera kynlífssenur, eða þú veist, það var ekki bara nekt þess að vera nekt. Ég er rosalega ánægð með það við náum sem sagt að túlka það, við náum að sýna fólki vonandi allavega að fólk skynji það. Ég og allir þeir sem eru búin að sjá fyrsta köttið sjá það að þetta er ekki óþarfanlegt. Nei, því það er líka hvernig fyrirgefið bara, þú veist, það er bara mjög óþjált og mjög óeðlilegt með þessar aðstæður og með þetta umfjöllunarefni að þá væri akkurat mjög óeðlilegt að það væri kynhneigt, það væri þvingað. Líka bara ég hef aldrei skilið það með myndir, maður skilur kannski að fólk vill hafa þetta, þú veist, PG-13 þess að fólk fleiri komast á myndina, en ég er rosalega hrifinn af myndum sem sýna lífið eins og það er. Og í lífinu það er kynlíf, það er nekt, þú veist. Og ég er mjög ánægð með það að í þessari mynd að þá náðum við að sýna svona rauninni, þú veist, alla flokka lífs þessa mannskju, þú veist. Það er ekki bara, þú veist, skemmtilegu tímarnir, það er líka erfiðu tímarnir, það er líka, og þú veist, það er líka vandræðalegu mómentin, skilur, það er kynlífið, skilur. Það er, já, og ég hef bara rosalega mikið traust á Tona, þú veist, að ég vanlega þegar ég les handrita þá sé ég bara visually hvernig ég vil byggja upp senurnar og þannig. Ég pæla ekki mikið í efninu fyrir það rauninni bara tökur byrja. Og ég sé samt strax hvort þessu velskrifað eða ekki. Og en þegar kemur á Tona þá hefur alltaf verið mjög vel skrifað. Það er líka alveg frábært bara
svona sem ég langar að skjóta pinn inn í. Það er mér svo gott við hann Tonna að við hælum honum nú aðeins, þannig að svona hann að vera aðeins lengra upp raskætti honum. Ég veit hvað hún er óþægilegt þegar einhver hrósar honum, þannig að þetta er góð. Já, ég veit það. Svo við hælum honum aðeins meira, að þá er ég ógeðslega ánægð með hvað hann skrifar flott kvenhlutverk. Hvað hann skrifar sterkar, flottar konur og þú veist, allan kaliberinn og allan skalan af þeim, þú veist. Það eru... Og fyrir líka bara fyrir kvikmyndanördan þarna úti, skilur, að hvert einasta hluti sem að skrifa, það stendur Bechdel. Já, hver einasta sena líka við, þú veist, það er bara næstum því. Og ég meiri segja, sko, finnst mér þér svolítið að vissu leyti að allir karlmenn sem að skrifa eru svolítið kjánar og algjör svona... Hann er kannski að fara pínu extreme, en það er alveg... Það vantar fleiri sterkar konu... Alveg hárrétt og karlmenn eru í stórum pörtum í real life svolítið kjánar, sko, þannig að það er fínt að sýna það líka. Algjörlega. Þú veist að mjög áhugavert og gaman að sjá hvað þetta er allt bara alvörunni. Já, nákvæmlega. Það er aldrei verið að fenga neitt eða... Og líka maður horft einhvern veginn á í myndum að þá er svolítið oft þannig að sterkustu kvenmennirnir eru að bakka upp aðra karlmenn þá. Þú veist eins og til dæmis tökum dæmi, einhver bíómynd þar sem er með mjög sterkum aðalkarakter og konan hans er kannski svona styður baki á honum og hún er kannski sterkasti kvenhlutverki í því, en hún er samt bara aukahlutverk. Hjá honum þá finnst mér gaman að rauninni flest aðalhlutverkin sem að skrifa eru kvenmenn og já, það er eitthvað sem að virkilega er þörf fyrir og ég vona að fólk sjáu þið það svolítið í staðinn fyrir að hugsa bara, þú veist, það er svo mikið af kynlífi og eitthvað eins og að hugsa meira, skilur, hvað svo sterkir kvenkarakterar eru í myndinni. Já, og hvað er verið að upphefja þær og þú veist. Það er standar svo mikið bara með sínu og þú veist, sem að, þú veist, íslenskar konur svo mikið gera, þú veist, þetta er alveg, þetta er góð túlkun á því hvernig samfélagi virkar svolítið fyrir konur. Og það er líka bara svolítið mikil umræði það på síkast líka að akkurat í kvikmyndaheiminum að það þurfa að koma meiri kvenmenn inn í það. Þannig ég er mjög ánægð með það og það er alveg svona eina aðalástæðunum fyrir því að ég fíla svona mikið að vinna með akkurat þessu grúi, þú veist. Þegar ég fundi fyrir bara því að við erum á svolítið sama stað með hugan þarna, þú veist, og það er bara gott að vera partur af því, þú veist. Ég er mjög ánægð að það er reyðlega cool. Þetta var flott. Þetta var góð dialógur sem við náðum hann gang. Tala alvarleg málefni. Já, og svo horfði ég bara eitthvað á sjálfa mig eitthvað. Oh god. Þetta er líka eina sem að fólk getur minnst að það sé hann á trailer. Það er bara, og svo þú þetta. Geðveikt. Auðvitað, ég myndi fólk sér að því. Fallegasta er, að mínu mati, svolítið svona, ef við förum með hans út fyrir visual dæmið og meira bara svona í tilfinningalega, að þróun sambandið milli Ágústu og Rósalind. Það er eitthvað sem að ég er rosalega hrifinn af og ég held að muni skína mjög sterkt í gegn og það eru senur það sem að þið eru einhvern veginn svona að ná mjög vel saman sem að mér finnst fallegast sögutráður og sína líka það sko að annað sem ég finnst líka mjög styrkleika að tóna er það að í staðinn fyrir að hafa þú veist bara sterk pör sem sagt karlmann og kvenmann þá er þarna að sína það svolítið að þegar við vorum að fara að taka upp svona viðkvæmar senur þar sem þú varst að fara að vera að halda einbeitingu og einbeittar að taka falleg skot með fullt af nöktu spriklandi fólki í kringu því. Hvernig, þú veist, fórstu að því, hvernig var kvöldið áður og þú vissir að væri að fara í þær tökur? Við ræddum svolítið mikið það, ég, Tóni og Maggi, það hvernig við ætlum að fara að þessu bæði svo að sé fljótlegt og sem sagt þægilegt fyrir leikarana því að þau þurfa að vera nakin og fleira sko. En í rauninni það sem við komumst að var það að við þurfum bara að undirbúa mjög vel hvað sjónarhorn við viljum hafa. Þannig að mestu undirbúning í rauninni var bara rétt fyrir senuna. Það var það að meðan allir voru í fötum að sem sagt ákveða stellingar og sjónarhorn og síðan fékk ég Magga til sjálfa mér til þess að framleiðanda að skrifa niður þú veist hver er staðsetningin mín í þessu skoti, hvaða linsu ætla ég að nota, hvaða þú veist alltaf skilja, þannig að í rauninni þá bara spyr það bara hvað er næsta skot, þá fer ég í það og hvaða stillingar á ég hafa þannig að það hjálpaði mjög mikið að flýta fyrir að í staðinn fyrir að vera þú veist að leita að skotinu meðan allir eru naktir að þá er maður bara stökk og beint í það upp á það að vera svona
undarleg aðstæða að þá eins og í Ísabellu sem við höfum tekið upp áður, þar var kynlífsatriði og í rauninni bara, við reyndum að skapa létt andrúmsloft þannig að manni leið ekkert, það var ekkert awkward. Það var rosalega eðlilegt, rosalega hratt. Já, sem mjög spesifíka þegar maður hugsa út í það að þetta sé eðlilegt, sko. Ég held að það sem hafi sjokkað mig mest var bara það hversu nálægt tippið á Júlí hefði komið við andað mig, sko. Það var, á meðan ég var hérna niður á hnjánum hann á skoti, sko, það var óþægilega nálægt. Það var almost cockslap, sko. Já, og það var mikill húmór og mikill hlegið að slígjum á miklu. Þetta er gott moment, en ég aldrei aftur vill ég vera svona nálægt Júlí. En já, þetta var samt rosalega skemmtilegt. Þetta er challenging en á jákvæðan átt. Ég held bara einhvern veginn að það sem ég veist furðulegast við þetta er bara það hversu venjulegt þetta var. Þetta, á endanum þá fannst maður þetta ekkert skrítið. Þetta var bara einhvern veginn, þetta var bara önnur sena sem við varum að taka. Svo var líka svolítið þetta tekið yfir bara einn dag. Þetta var svolítið... Já, svolítið mikið. Það var svolítið svona þjappað saman. Þessi dagurinn er þessar senur. Já, bara þjappað saman í, þú veist, bara stuttan tíma og... Það var mjög gott, mjög þægilegt. Leikararnir þið voruð einhvern veginn bara svo... Já, þetta væri bara another day at work, skilju. Allir síðu finnst þetta þægilegt og ekki mynd þægilegt kannski, en allir ekki óþægilegt. Og sko, athygli mín farin í að þessi komið í YouTube hérna upp. Já, Við getum aðeins stoppað. Það komin svona YouTube-stygga. Fyrirgefið þig. Endur þetta einhvern veginn? Við erum Telli og Róri og við segjum sjáumst í sumar. Go see it. Eitthvað sem þið langar að segja við fólkið? Að lokum. Já, ég myndi bara segja að ég vona að þið séu þið elskið sem eins mikið og við gerum það. Því að það er náttúrulega lykilhlutverkið og ef þið elskið hana ekki, frekar verið þá alveg þvílíkt ósátt við hana þannig að þið öskrið það á netinu þannig að allir koma á hana. Við viljum annarkvort að fólk elski myndina eða verið hneyksla. Já, sendið mér hatursbréf. Já, bara dare you, sko. Nei, auðvitað vonum við ennilega að fólk fíli myndina og bara njótið. Ég hlakka til að eiga gott sumar með öllum.